eiginlega lífeyrissjóður? Ég ætla að reyna að útskýra það í 5 svona fróðleiksmálum. Í fyrsta lagi þá er það skylda fyrir alla á aldrinum 16 til 70 ára að greiða í lífeyrissjóð. Það er mismunandi hvort þið geti valið lífeyrissjóð eða ekki. Sumir geta það en aðrir sem eru bundnir kjara- eða ráðningarsamningi, þeir geta það ekki. Lágmarkið sem þú greiðir í lífeyrissjóð er 12% af launum en margir greiða 15,5%. Það eru bara dregin 4% af þér en restin er greidd af vinnuveitanda. Þannig ég borgar 4% á laununum mínum, en hvað fæ ég þú út úr lífeyrissjóðunum? Þegar þú hættir að vinna, þá færðu ellilífeyri frá þeim degi sem þú hættir að vinna og til æviloka. Því meira sem þú greiðir að hærri launum og í lengri tíma, því hærri lífeyri færðu. Og svo færðu náttúrulega líka áfallalífeyri. Hvað er eiginlega áfallalífeyri? Já, það er von þú spyrir. En það er svona samheiti yfir örorkulífeyri, maka og barnalífeyri. Lífeyrissjóðir greiða nefnilega örorkulífeyri ef þú lendir í slysi eða veikist og missir starfsorkuna og ef þú fellur frá þá fær maki eða börn, sérst maka og barnalífeyri. Fjórði mólinn er að mér langar að vara sérstaklega við því að það tekur 3 ár að verða sér út full réttindi í lífeyrissjóðnum, sem þýðir að fyrstu árin eftir að byrja að vinna þarftu að útvega þér tryggingar. Þetta verður með líf- og örorkutryggingu. Það getur nefnilega létt lífið ef áföll dynja yfir. Maður veit aldrei hvenær það gerist. Nei, einmitt. Og hvað gerist svo? Lífeyrissjóðirnir sjá svo að fjárfesta og ávaxta peningana þína þannig að þú fáir sem hæst eftirlaun. Eldsnögg upprifjun, hvað munum við lífeyrissjóði? Það er skylda og sumir geta ákveðið í hvaða lífeyrissjóður borga í. Maður fær lífeyri frá starfslokum og til æviloka. Og áfallalífeyri ef eitthvað skyldi gerast. Áfallalífeyri tekur ekki gildi fyrr en eftir 3 ár. Maður þarf að tryggja sig. Lífeyrissjóður fjárfesta og ávöxta svo ég geti fengið sem hæstu eftirlaun.